Gott fólk, við erum velkomin í þátt númer 125 af hlaðvarpinu Heimsendir. Hingað kominn góður gestur, það Dr. Jóhannes Gauti Óttarsson, betur þetta sem Skauti, vertu velkominn. Takk kærlega fyrir. Hvað segir kallinn? Ég bara ferskur sko. Þú læknir? Já, svo víst. Vertu velkominn í Heimsendi. Takk kærlega fyrir. Þetta hérna fyrsti gestaþátturinn í örugglega ár og þetta fyrsti þátturinn í nýrri seríu sem heitir Spurjum lækni. Ég setti út boð á hlustendur Heimsendis hvaða sjúkdóma viljiði heyra umfjöllun það sem kom nú fyrst og fremst var sko krabbamein. En við ætlum ekki að byrja á krabbamein, ég leyfi þér að velja og þú valdir berkla. Já, einmitt. Það ég held að það sé alveg gott skemmtilegt svona topic. Já. Og svo sem að krabbamein sé líka skemmtilegt topic. En þungt kannski, en áhugavert. Sko, ég ætla að byrja á fíl í herbygginu. Ég skeit, klikkaði á því að vera með podcast snúruna, hljóðnema snúruna, þannig að ég með lélegan lavalier mikrofón, hljóðnema. Kavalier, þannig að ég að pælja að tala sem minnst og leyfa þér að tala sem mest. Nei, ég skýt inn spurningum og svona, en við skulum byrja samt á því að sko, þú kannski segir bara lauslega frá svona þínum áhuga á læknavísindum og hvaðan það kom og svo kannski hvernig það hefur þróast í gegnum námið. Já, góð spurning. Já, hann náttúrulega byrjaði kannski náttúrulega þegar maður var í menntaskóla og var náttúrulega náttúrufræðibraut, þannig að í MR sem var oft kölluð svona litla læknadeildin sem þannig að margir svona sem voru með hugan af þessu í bekknum. En það kannski sem svona kveikti meira áhuga fyrir mér var að ég greindist sjálfur með sjúkdóm sem heitir sykursýki, típa 1 og já, það allan kveikti einhvern neista sem svona lét mér svona fitta inn á þessu braut að fara í inntökuprófið en svona í seinni tíð þá og eftir námið þá náttúrulega maður fer og sér mjög mikið af hlutum og lærir alls konar en þannig að ekki að hugurinn sé eitthvað svona einblindur á þeim sjúkdómi en ég svo sem ekkert búinn að svona ákveða næstu skref svona hvað sérhæfingu var þar sko. Ok. Þú er búinn með 6 ára læknanám? 6 ára grunnnám og núna á svona kandídatsári. Já. Einhver moment, einhver augnablik í þessu 6 ára námi þar sem þú hugsaðir já, nú skipti ég, nú fer ég í lögfræði, nú ég hættur. Já, alveg daglega bara, bara svona hvað ég að gera hérna, en ég allir grínislefti þá, jú, þetta var alveg svona þungt nám, en svona, já, maður tók bara einn dag í einu og en það kom alveg tímar þar sem maður var svona efaðist ákvarðanirnar sko. Okay. En já. Hættir í lækninum og verður full-time söngvari og tónlistarmaður. Einmitt. Nei, þetta samt svo fjölbreytt og svona svo margt sem maður getur gert. Svona með þessa menntun sko. Já, ég fór í MR til að verða læknir. Já, ok. Varð ekki læknir. Já, þú veist, ég man eftir því sko, einu sinni var ég í 10. bekk í Garðaskóla og ég átti svona stóra mikla bók sem var einhvern veginn anatómía heilans eða eitthvað, þú veist, það var eitthvað höfuðið, heilinn eitthvað dekótaður, skilur við. Og það var bara sko verið að lýsa mismunandi hlutum heilans og
funksjónum og eitthvað svona og ég var bara að reyna að klóra mig í gegnum þetta í 10. bekk sko. Svo kom ég MR og fór í leikfélagið og var ekki eftir snúið. The rest is history. Nei, en ég hef mér samt mikið áhuga á sko lækna vísindum og ég man til dæmis eftir að hafa hlustað á þegar ég var reyndar að vinna sem framleiðslustjóri í matvælagerð. Þá var ég alltaf að hlusta á hljóðbækur og þá hlustaði ég á bókina The Emperor of All Maladies sem fjallar sögu krabbameins og er rosalega svona stór og mikil bók sko, sem ég hlustaði á mitt á meðal þess að vera að búa til morgungotn, búa til granola. Þannig ég hef mikinn áhuga á, þú veist, að svona fræðast mismunandi sjúkdóma og líka söguna á bakvið það. Og þú segir að þú ert ekki ákveðin með næstu skref. Ég meina, er það ekki bara tækifæri næstu ára og missera að svona prófa og algjörlega rannsæka? Jú, algjörlega. Svona kandidatsárið kannski svona snýst alveg dálítið það sko, að einmitt sjá svona hvar á hvaða hillu maður finnur sig, en svo náttúrulega er algengt líka skilur að maður er stundum bara að byrja á einhverju prófa og stundum skilur við bara þegar framleiða stundir svona henta það ekki eða maður fær á einhverju öðru þá bara getur maður skipt sko. Já. Er ekki Dagur B. Eggertsson læknir? Jú. Þú getur orðið borgarstjóri? Já, það segir nokkuð. Og líka leikarinn í Hangover. Já, einmitt. Hvað heitir hann? Ég man það ekki. Einmitt, jú, akkurat sko. Já. Nei, ég segi svona. En svo er líka hægt að finna sér alls konar fjölbreytt innan læknageirans. Algjörlega. Það er ekki alltaf að fara út í einhvern svona praxis skilur við eða klínisk störf. Það eru rannsóknir og alls konar sem hægt er að vinna að sko. Já. Hvað er af sko mismunandi, kannski ekki deildum eða neitt þannig, meira bara svona, ef við tökum til dæmis bara svona skrifstofustarf eða þú veist, að vera með skrifstofu og geta kannski litið í bækur og vera að lesa sér til eða vera á okkur svona labi eða vilja vera á mismunandi vinnustöðum. Er eitthvað að þessari dýnamík sem hendar þér betur en önnur eða ertu kannski ekki búin að ákveða það? Já, alveg góð spurning sko. Ég svo sem ekkert svona farið svona pælt mikið í því sko. En svona mestu þungi náttúrulega á kandidatsárinu og svo í þessu svona grunnnámi og svo kandidatsárinu er náttúrulega svona klínisk vinna. Þannig að já, þetta er góð spurning. Eru læknar blautir? Nei, er ekki svona smá, það er ekki að vinda eins og hana? Jú. Þegar fólk er búið að lesa? Jú, algjörlega sko. Þetta er ófá böllin og skemmtinin hana í læknadeild. Já. Þú hefur nú gert árshátíðarlög og fleira. Jú, einmitt. Maður að hafa gaman á hlutunum sko. Já. Hefurðu upplifað eitthvað svona gálgahúmor, þú veist, svona að snúa svona erfiðum aðstæðum upp í húmor bara til að komast í gegnum það? Þá bara í starfi þá? Já. Já, ég held að sé svona líka bara góður eiginleiki bara svona geta vera á þeim nótunum sko, þegar maður er að ræða við sjúklinga að vera ekki alltaf svona hvað segir maður svona stafrænn í tali en heldur svona heldur kannski í svona mannlega þáttin líka. Já. Að geta rætt þannig við sjúklinga. Já. Vera svona aðeins með einhverja hnitni og hafa gaman á hlutinu þótt að svona undir tóninn séu svona alvarlegur. Ég meina að hafa bíómynd þetta sem Robin Williams leik, hann held ég ekki læknir samt en hann var að skemmta krökkum og svona, hann var trúður sko. Já, fjallar einmitt barnalæknir minnum mig. Já, kannski var hann læknir, það getur þetta verið. Hvort það var ekki.
Þú gæti gripið í gítarinn. Jú, mikið rétt aðeins að létta á stemmingunni. Já. Þessi þáttur í boði heimsenda fjölskyldunar sem fjölskyldan sem styður mig. Þetta er raunverulega ekki blóðtengd fjölskylda, þetta er svona fjárhagslega tengd fjölskylda. Þetta er fjölskyldan sem styður mig og styður þetta hlaðvarp fjárhagslega í formi styrkja. Nei, við skulum ekki kalla það styrki, þetta er bara viðskipta samband. Þau eru að kaupa sér ákveðna þjónustu sem ég er að veita eftir fremsta megni. Hver er svo þjónusta? Jú, hún er fullur aðgangur að öllum þáttum heimsendis fallbeng í gegnum Patreon og ef að þig, kæri hlustandi, langar til að gerast meðlimur í heimsenda fjölskyldunni á Patreon, þá ferðu einfallega þangað inn og skráir þig. Það kostar í það minnsta 700 krónur á mánuði. Það er svona grunn áskriftarleiðin, 700 krónur á mánuði. Það er nú ekki mikið eða hvað, ég veit ekki, þú veist 700 kall á mánuði, er það mikið? Ég veit ekki, hvernig deilist það yfir mánuðin ef að googla það, veit ég ætla að reyna samt að hafa þessu auglýsingu stutta, 700 deilt með 30, það eru litlar 23 krónur á dag. Ég held nú að margir hafi efni á því. Þú getur líka skráðið frítt í 7 daga og prófað bara, séð hvort að heimsendir sé eitthvað fyrir þig eða ekki og svo bara afskráður þig ef þetta er alveg ómögulegt, þið veitir. En hvað það? Þetta er allt í boði og þessi þáttur er opinn í boði þeirra sem eru í áskrift á Patreon. Hér kemur þátturinn, gjörðu svo vel. Þá skellum okkur í málana. Já. Ég ætla að almennt eiga podcastarar ekki að gera þetta, en ég ætla samt að gera áður en ég leyfi þér að svara spurningunni, þá ætla ég að reyna að svara henni sjálfur. Okay. Af því að þegar þú ákvaðst sjúkdóminn berklar, þá hugsaði ég að ég gæti kannski lesið mér eitthvað aðeins til berkla, svo gerði ég það ekki. Þannig að við skulum sjá hvort að ég sé með einhverja grunn vitneskju. Okay. Ég hugsa, spurningin er sem sagt, hvað eru berklar? Þetta er bakteríusýking og hún leggst aðalega á öndunarfæri og þar kannski helst á lungu og hún gerir það að verkum að loft, svona blöðrur í lungum geta ekki fungerað vel og það leiðir af sér mikinn hósta og mikinn einkenni sem geta á yfir eitthvað skeið leitt einstaklinga til dauða. Það eru berklar. Já. Þetta er svona bara í stuttum málum bara nokkuð nákvæmt Ok. En jú, vissulega mitt. En leiðréttu nú. Já, ok. Þetta er vissulega mitt bakteríusýking og smitsjúkdómur í rauninni. Það sem að skafaldurinn er baktería sem heitir Mycobacterium tuberculosis og þetta er baktería sem sýkir bara menn. Þetta er að segja að mannskepnan er eini svona náttúrulegi hýsillinn fyrir þessa bakteríu. Okay. Og talið er að 4 til 5 af öllu mannkyni sé smitaður. Þannig að þetta er alveg slatti sem er smitaður. Er það sami stuðull á Íslandi? Nei, það er náttúrulega mun færri tilfelli en vissulega geisaði svona áður svona berkla fár á Íslandi sem kannski ræðum eftir. En þetta er alveg mjög algengt ennþá dag í dag svona erlendis. Ég er svona búin að punkta upp svona nokkur atriði þannig að við missum ekki af neinu. Okay. En meiri hluti eða 90% greinist þá í fullorðnum eða þeim sem eru yfir 15 ára. Tvöfaldlegri karlar eru sýktir af berklum heldur en konur.
og eins og ég nefndi skilur að þetta eru fá tilfelli hérna á Íslandi en að algengi mjög svona misjamt eftir löndum og eins og nefndi réttilega að þá svona algengasta birtingamyndin þá sýking í lungum sem getur þá birst sem svona hósti uppgangur og jafnvel leitt svona til blóðhósta hitavella eða hiti, listaleysi og nætursviti, þyngdatap svona frekar svona ósértæk einkenni en það er mjög mikilvægt að einangra þá sem eru grunaðir lungnaberkla, þetta náttúrulega smitast með úðasmiti eins og COVID já, nema þetta þá ekki veira heldur þá bakteríusýking en þetta er mjög svona harðgerð baktería sem getur lifað sko bara vikum saman utan líkamanns samt svona viðkvæm fyrir hita þannig að það myndi ekki þóla mikið svona í sólarljósi og þannig að já og smittast þarna með svona úðasmiti. Veistu hvað íslenska heitið þýðir? Berklar. Berklar, já. Ég verð nú að viðurkenna að ég svona veit ekki alveg svona ástæðu eða svona af hverju þetta heitir berklar. Nei. En það sem þetta var kallað samt sem áður var á íslensku var áður tæring eða hvítidauði anskotin þannig að það hljómar ekki vel sem svona er alveg lýsandi einmitt að svona þeir sem fá berkla og eru svona ómeðhundlaðir bara svona já, tærast og verða svona bara gráir og gugnir og bara svona hvítir yfirlitum og þess vegna hvítidauði. Það hljómar ekki vel sko. Þannig að það gat verið mjög já, svona já, hægur dauðdagi. Ok, hvað er meðgöngutími langur á þessu frá sko smiti til einkenna eða sýkingar eða? Já. Það er kannski misjafnt. Góð spurning. Ég er ekki alveg kláraði sko, ég er að viðurkenna það. Nei. En samt sem maður þá það er ekki allir sko eftir útsetningar náttúrulega 3 svona mismunandi útkomur, það er að segja það eru ekkert smitt, getur fengið berklasmitt og virka berkla, sem þá færðu einkenni og sýkingu, eða þá berklasmitt og svona leynda berkla, þá ertu með bakteríuna en þú ert ekki með en einkenni. Já. Og það er sko alveg lítill hluti sem af smittum sem fá svona virka berklasýkingu á lífsleiðinni bara eftir að hafa verið smittaðir 5-10%, þetta er ekki háprósenta. Já, ok. En svo náttúrulega áhættu þættir fyrir svona virkri sýkingu að maður þrói með sér sýkingu eftir útsetningu og smiti eins og til dæmis HIV eða alnæmi, einhver svona ónæmisbæling, hvort það sé þá einhver lyfjameðferð til dæmis eins og ónæmisbælandi krabbameinslyf eða gigtarlyf, sykursýki og svona fleira sem getur. Hvernig lifir hýsillinn sem er þá bakterían í þessu tilfelli í sko þessum dvala inn í líkamannum áður en að sýkingin kemur fram? Já, einmitt. Sko það er þess að þegar hún næsur oftast fótfestu í lungum að þá getur sko þá getur hún bara dvalið þar í raun einhvern veginn án þess að valda sýkingu. Já. Og það er þá líka svona bundið í hvort að ónæmisvörun líkamans nái yfir hundinni og ráði svona einhverjum hluta þá niðurlöfum sýkingarinnar en þið geta svona verið í svona dvala
og sem sagt eftir að ef maður fær svona lindasýkingu og er þá einkennalaus þá eru svona það bil 5% líkur að svona fyrstu 2 árin að maður þrói með sér svona virkasýkingu og síðan frá þeim tíma og til æviloka aðrar 5% líkur á maður þrói með sér virkasýkingu. Okay. En það er náttúrulega eins og nefndi á hann svona ýmsir þættir sem hafa áhrif á hvort maður muni koma til með að þróa með sér. Já, ef að ónæmiskerfi virkar sem skildi þá er þetta kannski 5-10% af fólki sem þróa með þessa sýkingu en hjá ónæmisbældum þá er miklu hærra hlutfall. Einmitt. Hvað getur þú sagt um söguna, sögu berkla og kannski sérstaklega á Íslandi? Já, akkurat. Sko við förum kannski bara yfir söguna hérna heima og aðeins út í landi að í upphafi 19. aldar ollu berklar fjórðungi dauðsfalla í Bretlandi til dæmis og var ástandið svona svipað annars staðar í heiminum. Á Íslandi var faraldurinn svona aðeins seinna á ferðinni og berklatilfellum fjölgaði mjög í upphafi 20. aldar og dánatíðin var á Íslandi 1915 þá talin vera svona 195 á hverja 100.000 íbúa og var minnst helmingur andláta svona ungs fólks eða frá 10 til 30 ára út af berklum. Það var fleiri dauðsföll hjá ungum eða var þetta stór hluti dauðsfalla? Stór hluti dauðsfalla en það voru vissulega einmitt mjög margir sem svona ungir sem lentu illa í svona þessu berklafári hérna á Íslandi. Er það af því að eldri eru einhvern veginn með víðara portfóljó af vörnum gegn bakteríum eða? Það er auðvitað að segja til það sko, ég efa það en já, það var allavega að þess að getið sagt til ástæðu þess að... Er það sérstaklega á Íslandi sem það gerist? Nei, það var líka annars staðar að svona það var svona kannski allra helst einmitt svona eldra fólk og svo það yngsta sem svona lenti illa í því. Og þetta var líka til dæmis algengasta dánarorsök Reykvíkinga 1911 til 1925 og var þá á þeim tíma 1 af hverju 5 dauðsfalli á landsvísu. Þannig að þetta var svona laust eftir 1900 sem þetta var að svona olli dálítið usla hérna heima og þá fóru menn og tóku saman höndum og 1910 var stofnaði mitt berklaheilið á Vífilsstöðum og þar voru fyrst mitt pláss fyrir 80 sjúklinga síðar þegar var stækkað og þegar mest lét var pláss fyrir 200 sjúklinga og þar var sko og á þessum tíma voru náttúrulega meðferðarúrræði mjög takmörkuð. Það er ekki fyrir en svona eftir 1950 sem fyrstu berklalyfin svona koma á markað. Og það eru sýklalyf? Það eru sýklalyf, já. Penicillin er fundið upp fyrir eða eitthvað? Já, alveg talsvert fyrir. En það er ekki kannski... Nei, en það virkaði ekki svona gagnvart þessari bakteríu sko. Þessi baktería sko er eins og ég nefndi harðgerð, hún er með svona þykkan hjúp utan sig sko sem er svona vaxkennt bæði svona fitulag eða fosfólípilag og ákveðin svona sýra sem er hluti af þessum hjúp og þau sýklalyf sem svona voru til svona komist eiginlega ekkert svona gegnum þennan hjúp til að á svona eitthvað svona virknisett til að virka þannig að og þessi svona 4 lyfja meðferð við berklum
5 staðreyndir um berkla. 5 staðreyndir um berkla. 5 staðreyndir um berkla. Ég les bara, þú hlustar og hérna að því að sko þegar maður googlar facts þá fær maður facts og líka ekki facts. Já. Þegar maður googlar staðreyndir þá fær maður staðreyndir og vitleysu í bland. Við skulum sjá hvort þetta standist skoðun. Fyrsta staðreynd berkla. Berklar eru helsti dauðvaldur einstaklinga sem eru greindir með HIV veirusýkingu. Ok, staðreynd nummer 2. Árið 2015 er talið að 4,3 milljónir tilfella af berklum hafi komist ógreint í gegnum heilbrigðiskerfi heimsins. Staðreynd nummer 3. World Health Organization eða alþjóða heilbrigðisstofnunin telur að 1/3 heimsins beri berklabakteríuna en aðeins ákveðnir einstaklingar fái sjúkdóminn berkla. Og staðreynd nummer 4. Sögu berkla má rekja 9.000 ár aftur í tímann til borgarinnar Atlit Jam nú á botni Miðjarðarhafs fyrir botni Miðjarðarhafs. Þetta fannst mér sniðugt. Þetta er sem sagt fyrir 9.000 árum þá var væntanlega Miðjarðarhafið minna en það er í dag af því að ég gerir ráð fyrir að þá hefði verið ísöld og síðan bráðnaði ísinn og þá var Miðjarðarhafið það sem sagt hækkaði sjáar, þá hækkaði hæðin á sjónum og borgin fór í kaf eins og einhvers konar Atlantis og þessi borg er sem sagt staðsett fyrir botni Miðjarðarhafs út frá ströndum Ísrael sem er í dag og Palestínu, I might add. Og síðan er það staðreynd nummer 5. Erwin Schrödinger, Anton Chekhov og Frédéric Chopin dóu allir úr berklum. Þekkirðu þessa gaura? Nei. Schrödinger er eðlisfræðingur, hann er frægur fyrir eitthvað svona hugartilraun eða svona hugarleik sem snýr að því að vera með kött í kassa og kötturinn getur bæði verið lifandi og dauður. Já, mér rámar þetta reyndar. Eftir því sko hvernig skammtafræðin raðast upp. Þannig að þú ert einhvern veginn að horfa, fylgjast með ketti og hann er bæði lifandi og dauður eftir því hvernig skammtafræðin snýr. Anton Chekhov, rússneskt leikskáld, Kirsubergarðurinn og Vanja frændi og fleiri góð verk og svo Frédéric Chopin sem er pólskt tónskáld með frægt lag. Ég ætla að spila aðeins af því ég held að þetta sem ekki lengur í skulum við segja, get ég spila þetta? Þessi dóu er berklum, blessaðir. Ok. Ég þekki nálega þetta lag, sko. Ég bara veist ekki hver. Þetta er Chopin. Chopin. Var eitthvað sem stakk þig í þessar upptalningu? Já, náttúrulega bara, kannski, veistu, með þetta þriðjungur, þetta er svo há tala, sko, sem eru smittaðir, sko. Þannig að ég sagði minni með mitt fjórðungur, þannig að þetta er svona eitthvað þarna á bilinu, sko. Já. En þá, maður einhvern veginn, það fyrsta sem ég fer að hugsa er að sko, 1/3 Íslendinga sé með, sko, það er að segja, svona leitant berklasýkingu sem er í dvala. Það er ekki staðan. Nei, akkurat, sko. Þetta er náttúrulega, sko, ef við skoðum bara svona út í heimi, berkla út í heimi, að þá eru, sko, minnum við 8 lönd, sko, sem eru með 2/3 hluta allra berklatilfella. Það er þá Indland, Kína, Indónesía, Filippseyjar, Pakistan, Nígería, Bangladesh og Suður-Afríka. Okay. Þannig
þannig að heildarfjöldi tilfellar er svona mestur í Asíu sko. Já, en flest tilfelli með að við höfðatölu að mesta nýgengi er svona í Afríku, svona sunnan Sahara, já, en þetta er einmitt svona þetta er mjög, eins og ég nefndi, skilur algengi er mjög svona breytilegt eftir löndum sko. og er það bara skortur á aðgengi að lyfjameðferð? Já, góð spurning sko, hann náttúrulega Af því að fyrir ekki, þú nefnir að sko að bakterían sjálf eigi erfiðara með að lifa af í heitu loftslagi sem öll þessi lönd eiga sameiginlegt. einmitt sko. En það er Algjörlega. kannski, já. En svona, en það er þá held ég allra helst einmitt svona að þetta eru svona úrræða snauðari svona lönd, skilurðu, Já. það sem að því að snemgreining á skilur berklunum er svo mikilvæg, dregur úr smiti, dregur úr bara fylgikvillum. Þannig að ég held að það sé svona sameiginlegt svona við þessi lönd hvað berklar var, og það er oft sem að berklar greinast ekki fyrir en bara í krufningu til dæmis. Ok, það voru komin aftur. Ég man ekki hvað að segja. Nei, Við einmitt. tókum smá pásu. Já, Fengum okkur vatnssopa. akkurat. Hvað voru að nefna? Við vorum að tala sko að sýkingin er mest áberandi í Suðaustur-Asíu og þar eru færri úrræði að vinna með fyrir heilbrigðis starfsfólk. Vorum við búin að slá botni þannig þá umræði? Já, ég held það. Kannski. Þá fyrir við næstu spurningu. Sko, nú ert þú staddur á Eyðieyju Ok. og og greinist með berkla, einhvern veginn. Shit. Ég veit ekki hvernig það, hver myndi greina þig, en Nei. hvað myndir þú gera? Já, ég væri bara einn á Eyðieyju. Einn á Eyðieyju með, Ok. með berkla. Og ekkert sem ég get notað eða ég er bara ekki með neitt. Bara Þú mátt velja 3 verkfæri. Já, þú mátt velja 3 hluti. 3 hluti. Þú mátt velja 5 hluti. Nú var nægar byrðir af fyrir nefndum sýklalyfjum kannski. Ok. Er þetta bara til inntöku? Já. Ok. Og náttúrulega B6-vítamín til að fyrirbyggja úttaugaskaða hjá mér Ok. á lyfinu. Hvaða virkni hefur það? Er það níasín? Nei, já, isoniazid sko. Já. Ok. Þannig að já, B6 Úr hvaða mat fær maður það? B6 Er það kannski... ég veit það Já, ekki. googla. Endilega. Source. Ekki bara Banana, beef, nuts, salmon, liver, potatoes. já. Já, þetta er sko fiskur, örgulega feitur fiskur og rauðlifur og annar innmatur. Áhugavert. Já. Og svo myndi ég sennilega kannski búið með þessa 5 hluti. 4 lyf og vítamin. Höfum ræp lyfja Já, kokteilin sem einn. 1 hlut. Ok. Nægilegar matarbirgðir, þyrlu. Og þyrlu réttindi. Þyrluréttindi. Það var ég bara í toppmálum. Nei, ég meina, ertu ekki bara undir ykkur pálmatré í rúmi að drekka vatn, borða hollan mat, labba kannski 1 hring á dag og taka lyfið þín? Jú, ég mitt sko. Já.
það er samt sko, ef maður hugsaði svona eitthvað eyðieyju og sjúkdóma, þá hugsaði maður strax Holtzveiki. Já, Af því að einmitt. fólk var að tala sko leprosy colony, skilurðu. Já, Leper colony, þú veist. já, einmitt. Hefurðu heyrt það? Nei, Að lönd eins og Frakkland og fleiri lönd voru að senda bara Holtzveika einstaklinga á okkur eyðieyjur í skilurðu Kyrrahafinu eða eitthvað, bara einmitt út af þessu að til að einangra sko. já, já. Það er til myndum þetta Papillon. Frönsk, nei. Jú, ég held hún frönsk sko, ég sá hann ekkert tímann. Ég held hún sé nú bönnuð börnum en ég held ég hafi séð hana sem barn einhvern veginn. Ok, þannig að þú ert komið með, já, þetta er kannski bara, sko, auk þessara lyfja þá er þetta bara sama meðferð og var hann við líði við upphaf 20. aldar. Einmitt, sko. Já, þá spyr ég þig, er vont að deyja með berkla? Er þetta sársaukafullur dauðdagi? Já, sko, ómeðhöndlað, sko. Eins og við nefndum áðan að það sem þetta var kallað, sko, einmitt eins og tæring. Þannig að þetta gat verið svona langdregin dauðdagi, sko. Hvað er að tala? Mánuði? Já, breytilegt, sko. Það eru eitthvað þar bil, ég er ekki alveg með tölu á hversu lengi, sko. Nei. En eru dæmi að fólk sýkist alvarlega og nái samt að vinna bug náttúrulega, það er að segja að líkaminn nái samt að vinna bug á? Alveg örugglega einhver dæmi, sko. Og held að sé nú einhver dæmi þú er ekki að svona alveg fullir einmitt að sjúkdómurinn var svona langt kominn og þá beitt svona fyrir nefndri svona högningu sem þá bara svona lestir í sort loka úrræði og hafi náðst eitthvað svona ágæti bati, sko. Ok, já, þannig að sú meðferð er þá þegar hún virkaði, sko, þá náttúrulega einmitt, já, það er alveg dæmi að hún hafi gert svona gæfi munn, sko. Ok. Já. Og þetta er bara einmitt fyrir hluti 20. aldar. Já, og svo í seinni tíð, sko, mér minnir að ég hafi lesið í læknablaðinu einmitt að út af svona vaxandi svona ónæmi, lyfjaónæmi berklabakteríunar að hvort að svona maður ætti að þá að líta svona yfir farin veg aftur til fortíða, sko. Já. Hvað var það svona þá eitthvað inngrip sem ef að bara engin sýklalyf virka út af ónæmi, hvort það væri þá hægt að beita einhverju svona sambarlegu inngripi og kannski með svona minna svona invasívum hætti en svona, með svona sama konsepti kannski og þá bara svona uppræta svona hennar greiðastað en kannski Einbæling, af því að og þetta er kannski alveg komið djúpt, sko, í fræðum, en af því að eins og til dæmis blásturinn, þá ert að fella lungun saman utanfrá. Er einhver leið til að sem sagt, sko, opna fyrir þessi göt eða vinna bug á þessum götum innanfrá? Sko við. Góð pæling. Já, ég bara hef ekki kynnt mér það, sko, en svona maður velti fyrir sér svona út frá því hvort að ég held að yrði nú alltaf eitthvað svona utanfrá hvort að sé þá einhver svona ástunga sem er myndstýrð eða eitthvað svoleiðis, svona röntgen svona ómástunga eða eitthvað slíkt en á þess að ég þóra að fara nú eru alveg komið bara út í eitthvað sem við þekki ekki alveg kannski í teóri en þú veist, bara svona einmitt í svona einmitt ef pælum í hvernig bara er hægt að fella þessar hólur niður, sko. En já, þetta er alveg góð pælingar Ég fann þetta er annað uppbrot, ég fann myndband að því ég var að leita að, sko, ég var að leita að, sko, hljóðdæmi berkla,
þú veist, og hérna þá kom bara sko berkla hósti sko, til að spila þetta hérna. Okay. Most smokers know about smoker's cough, the body's way of telling you something's wrong. But a persistent cough for 2 weeks or more may be a sign of something more serious. A cough, if left untreated, can lead to TB. Smokers have an increased risk of TB and of dying from it. Others exposed to your smoke also share these risks. Every beady cigarette brings you and those around you closer to TB. Þetta er hérna indversk auglýsing. Hérna, gaurinn sem lesin á kvikmyndatrailera var fenginn til að gera svona public announcement. Nei, ég segi svona, ég veit ekki hvaðan þetta kemur, en þetta er sem sagt, þarna er greinilega verið að sko reyna að höfða til fólk sem reykir að vera meðvitað bæði aukna áhættu á að fá þá berkla og kannski þá ef að þú ert með sko sýkinguna en einkennalaus og svo líka þá á hérna, áhrif reykinga óbeint á annað fólk í kringum þig og kannski hvernig það getur leitt til berkla. En það er alveg ljóst að þetta er einhvern veginn miklu meira í umræðinni til dæmis á Indlandi. Já, einmitt sko. En það minnir að ég hefur lesið að 27% tilfella, bara allra, eru í Indlandi. Já, ok. Þannig að hérna, hann sé stór prósenta sko. Og hvernig getur ímyndað sko samhengi milli þess að reykja annars vegar og fá berkla og einkenni þá hins vegar? Já, ertu að meina þá að hvort maður átti sig á því hvort að maður sé með berkla eða Já, það virðist vera það sem þau eru að segja í þessu myndbandi að þú einhvern veginn þetta geti svolítið komist undir radarinn því að þú ert kannski með hósta fyrir sko. Ég myndi sko. Já. Ég myndi hugsa svona vissulega getur fengið svona lungnateppu eða teppusjúkdóm út frá reykingum og verið þá svona berskjaldaðari fyrir svona eða verið viðkvæmari fyrir sýkingu. Já. Og átt erfiðara með að svona leysa úr því. Þannig að en það var kannski það var meiri eins og einkennir sem nefndum á svona listaleysi, megrun eða þyngdartap, nætursviti sem eru svo sem líka svokölluð B-einkenni sem eru svona ósértæk einkenni manna, veist, fyrir til dæmis krabbamein. Þannig að já. Og heldur það sé þess vegna sem svona mörg tilfelli er ekki greind eða einhvern veginn? Eflaust sko, já. Eða það bara, já, alveg örugglega sko. Já. Já, hann var svona átt að segja á því kannski. Eða líka bara úrræða leysi sko. Já. Komast ekki í viðunandi heilbrigðisþjónustu. Já. Hefurðu heyrt tilfelli af berklum á Íslandi síðustu svona 10 árin? Já, það voru nú alveg við erum að skoða aðeins svona faraldsfræðina hérna heima og allan á árunum 1997 til 2018 voru svona allt frá bilinu 5 til 20 tilfelli árlega. Ok. Flest svona svona erlendir ríkisborgarar. Ok. En alveg innum milli Íslendingar líka. Þannig að já, þetta er alveg relevant. Já. Þetta er endur staðar. Já. Eitthvað að lokum, hvað hérna við erum búin að fara víðan völl. Já, einmitt. Eitthvað að lokum. Passa sig. Já, einmitt sko. Er eitthvað sem fólk getur gert til að sko minnka líkurnar á að sko fá svona fjölónæmar bakteríusýkingar eða þú veist?
að berkla bara eða bara Já, eða bara því maður heyrir þetta skilur, þú getur líka bara einhvern veginn sko, maður heyrt draugasögur bara um fólk sem bara með sár sem bara einhvern veginn alveg svona langvarandi og hérna, ég man einu sinni þegar nú ger ég eins og podcastar að gera alltaf eitthvað maður segja frá mér sko, þá var ég í glímunni, þú veist, og ég fekk svona eitthvað nuddsár á hendina og hélt bara áfram að glíma og þá maður alltaf í kringum sko alls konar líkamsvessa bara og veist, munnvatn og jafnvel blóð og ég veit ekki hvað, óhrinnindi. Og ég var bara með svona mánaðarlanga bara sko sýkingu í raun. Og ég var búinn að prófa að bera alls konar drasl á þetta, þú veist, svona, eitthvað svona sýklalyf, eða sko ekki sýklalyf til inntöku heldur, ég var búinn að bera eitthvað krem og eitthvað dóta á þetta. Það virkaði ekkert fyrir en ég setti þykkt hunang á sárið og hunang hefur vist eitthvað svona mekanísk osmósu áhrif að það bara dreinar, það bara sogar til sín vökvann úr frumum bakteríuna og á bara sólarhring þá bara dó, eða sko sem sagt vann þessi meðferð bög á syngunni sko. Já, maður heyrir svona langvarandi sýkingar sko. Já, það er náttúrulega hunangi sko, það er líka til svona krem sem sem oft borið svona á útbrot hjá unga börnum svona sér til gert krem sem með hunangi líka í sko. Okay. Það er bara gaman að nefnir þetta sko. Já, horfa tilbaka sko. Sjá, að því að fólk var ekkert alltaf í ruglinu í gamla daga sko. Nei. Já, en eins og þú veist, heyrir þú út undan þér að það sé fleiri tilfelli eða meiri umræði kannski svona langvarandi og fjölónæmar sýkingar? Já, algjörlega, þetta er náttúrulega bara vaxandi svona vandamál bara í heiminum öllum og þarf í raun sko, það er erfitt svona kannski sem einstaklingur eitthvað að koma í veg fyrir svona sjálfur að maður verði útsettur fyrir svona og þetta held ég krefst frekar svona hvað getur maður sagt náttúrulega bara eins og er nefnt á ensku ef ég fæði sletta svona antimicrobial stewardship þannig að veist að nota sýklalyf skynsamlega og líka bara fræða skiluru almenningum skiluru þetta vandamál notkun sýklalyfja og hvenær það á við og af því að já Er þetta basically því oftar sem einstaklingar nota sýklalyf því fleiri tækifæri eru fyrir bakteríur og jafnvel berkla að einhvern veginn stökkbreytast og Þannig séð sko, já þannig að og ekki það að segja skiluru þeim sem taka sýklalyfin að kenna skilur heldur þetta bara líka heilbrigðiskerfisins skilur að svona hvetja til skynsemi í sýklalyfjanotkun og því að til dæmis bara ef við sperum okkur saman við Norðurlöndin þá er Ísland að nota held ég svona þó ég ekki minna tölur en svona er að nota sýklalyf svona úr hófi sko sem þarfir hún ekki sko. Þannig að því meira sem er gert að því meira svona vanda getum við skapað okkur. Ég skil. Já, þannig að við þurfum að anda með nefinu og já, þetta er svona samvinna bæði svona heilbrigðiskerfisins og samfélagsins það að bara segja skilur að svona átta sig á þessu vanda og svona ræða þetta. Cool, þetta voru berklar. Já. Herðu, hvað taka næst? Hundæði? Já, ég er nú alveg til í það sko. Það ekki bara? Jú, minnst það skemmtilegt að rifja svona þessu upp fræðin. Já. Og fara í bækurnar. Já. Það er alltaf gaman sko. Það er ekki aðeitt. Dr. Jóhannes Gauti Óttarsson, þakka þér fyrir komuna í heimsendi. Takk fyrir að hafa mig.